Afsakar Eyjólfur, en það virðist ekki koma hljóðið í gegn. Já, ekki máli. Komið hljóð inn á upptöku og tölum að ná tækn. Halda á. Ég býð ykkur velkomin á 210. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar. Nú voru hér smá tæknileg vandamál í upphafi varðandi upptöku. En fundurinn fjarfundur samkvæmt heimild í samþykktum stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar og fer fram í gegnum fjarfundabúnað vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem eru hér núna. Það útbreitt COVID-19 smitt og fjöldi fólks í sóttkví. Áður en við göngum til auglýstrar dagskrár og þá legg ég til að við bætum við máli sem kosning aðal varamanna í byggðarráð og það verði dagskrárliður 2. Þeir sem eru samþykkið því gefi merki. Það samþykkt samhljóða.
En þá fyrsti dagskrárliður, það fyrri umræða um fjárhagsáætlun 2022 og þá sem sagt 3 ára áætlun þar eftir frá 2023 til 2025. Og ég ætla bara að biðja Kristján sveitarstjóra að fara yfir fjárhagsáætlun eða þessi fyrstu drög að fjárhagsáætlun. Já, takk fyrir það. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Hér lögð fram fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 og eins og oddviti sagði næstu 3 ár þar á eftir. Þessi áætlun, hún búin að vera í vinnslu, kom fyrst til umræðu í nefndir sveitarfélagsins í vor. Síðan var boltinn tekinn aftur núna í haust og þá var hún yfirfarin út frá rekstri ársins og tekið út úr þeir hluti sem voru svona einskiptis kostnaður og það var fundað með öllum deildarstjórum þar sem að þeir fóru hver yfir sína deild og metin kostnaðar útgjöld. Síðan fór þetta aftur fyrir nefndir sveitarfélagsins og hefur síðan verið áður en þetta fór í nefndirnar og eftir í vinnslu í byggðaráði og það byggðaráð sem að leggur fram þessa áætlun eins og hún liggur hér fyrir fundinum í fundargögnum. Forsendurnar fyrir áætlun eru þær að gjaldaliðir hækka 2,4%. Nema þeir liðir þar sem að laun ráðandi þáttur þar sem útgjaldaliðir þó svo það sé aðkeypti liðir þar sem laun ráðandi þáttur þá það tekið þar inn. Laun eru náttúrulega síðan stærsti hluti kostnaður sveitarfélagsins og launakostnaður uppreiknaður miðað við kjarasamninga. Það reyndar ákveðin óvissa í áætlunni þar sem að kjarasamningar kennara og háskólamenntaðra starfsmanna eru lausir næstu áramót. Það sem ekki og þar af leiðandi liggur ekki fyrir hvað þar nákvæmlega. Þar höfum við notað prósentuna 5,4 í forsendum sem upplýsingar sem við förum eftir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Að auki samkvæmt samningum gert ráð fyrir möguleikum á svokölluðum hagvaxtaauka sem hækkun sem að ef að hagvöxtur nær ákveðnum mörkum að þá kemur til hækkun á launatöxtum. Þetta liggur hins vegar ekki fyrir hvað þetta verður fyrir í mars á næsta ári og hækkun á koma til framkvæmda frá 1. maí þannig að það svona ákveðin óvissa þar. Það má gera ráð fyrir því að áætlunin verði ákveðin hlutir í henni endurskoðaðir milli umræðna meðal annars vegna þess að ný þjóðhagsspá væntanleg milli umræðna og þá bara þess vegna má gera ráð fyrir ákveðnum breytingum og síðan náttúrulega verður allt yfirfarið lið fyrir lið til þess að aftur til að skoða hvað megi betur fara. Þetta verður vinna sem að fer fram í byggðaráði og að auki gert ráð fyrir því að þessi fjárhagsáætlun eða þessi tillaga sem að hér liggur fyrir að hún verði kynnt á íbúafundi sem áætlaður 18. nóvember. Tekjur samkvæmt áætluninni eru áætlaðar 1.149 milljónir og útgjöld fyrir fjármagnsliði áætluð 1.114 milljónir. Áætlunin gerir ráð fyrir því að rekstrarafgangur A og B hluta verði 12,7 milljónir.
afkoma aðalsjóðs verði neikvæð 63,6 milljónir króna en hins vegar afkoma eignasjóðs jákvæð 75,6 milljónir og afkoma A-hluta samkvæmt því verður jákvæð 12 milljónir króna og samtals síðan afkoma B-hluta 700.000 þannig að eins og ég sagði áðan A og B-hluti samtals áætlaðar 12,7 milljónir króna. Það eru áætlaðar miklar fjárfestingar á árinu. Það eru heildarupphæð áætlaðra fjárfestinga 322,5 milljón króna. Þar vegur þyngst vinna að íþróttamiðstöð sem eru 200 milljónir króna. Fjárfestingar í gatnagerð sem eru 28,1 milljón króna. Úrbætur og fjárfestingar kringum Silfurtún 13,8 milljónir króna. Sorpmál 9 milljónir króna. Fjárfestingar tengslum við grunnskóla 6 milljónir króna. Vatnsveitu 16,5 milljónir króna og fráveitu 29,6 milljónir króna. Þess ber að geta að töluverður hluti vatnsveitu framkvæmda og fráveitu framkvæmda kemur til vegna gatnagerðarinnar. Þetta eru svona helstu tölur í þessu, þó svo að fjármálareglum sveitarfélaga þó svo þær hafi verið teknar úr sambandi vegna COVID-kreppunnar, þá Dalabyggð samt sem áður að standast þær reglur algjörlega. Og já, réttarleika það komið fram, það gert ráð fyrir lántöku á árinu 2022 upp á 220 milljónir króna og það náttúrulega fyrst og fremst vegna þessara miklu framkvæmda sem fyrirhugaðar eru, en jafnframt gert ráð fyrir að það verði gengið á handbært fé, þannig að það lækkar næstum því helming á árinu en þrátt fyrir það stendur sveitarfélagið mjög vel. Ég ætla ekki að fara frekar lið fyrir lið í áætlunum, hún liggur fyrir fundinum og það þakka fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð, Kristján. Eru einhverjir sem vilja taka til máls varðandi fjárhagsáætlun? Það sjálfsagt kveður sér engin hljóðs, en þetta er fyrri umræða, það ekki, Kristján? Eða erum bara að leggja það fram? Jú, þarf að vísa þá til seinni umræðu. Já, og seinni umræða þarf að vera, það þurfa að vera 2 vikur að lágmarki á milli umræðna og seinni umræða þarf að vera kláruð fyrir 15. desember. Þá það mín tillaga að við vísum fjárhagsáætlun til seinni umræðu og ég að kíkja hérna á dagatalið. Þannig að seinni umræða myndi fara þá fram á fundi sveitarstjórnar í desember, nema við tökum auka fund fyrr, þannig að íbúar hafi tækifæri til þess að kynna sér þessa fjárhagsáætlun og mæta á íbúafundinn 18. nóvember næstkomandi. En reglulegur fundur sveitarstjórnar 9. desember í desembermánuði. Einhverjar athugasemdir við þessa tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá dagskrárliður 2, það kosning aðal- og varamanna í byggðarráð. Það þarf að endurkjósa varamenn endurkjósa röð í byggðarráð vegna þess að Sigríður óskar lausnar frá störfum í sveitarstjórn. Það tillaga mín að fyrsti varamaður verði Ragnheiður Pálsdóttir, annar varamaður verði Pálmi Jóhannsson og þriðji varamaður verði Eyjólfur Yngvi Bjarnason.
Einhverjir sem hafa aðra tillögu en þessa? Þá kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 3, það er kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. greinar samþykkta Dalabyggðar. Það þarf að kjósa varamenn í stjórn Silfurtúns, aðalmenn í menningarmálanefnd, öldungaráð og fræðslunefnd, varamann í atvinnumálanefnd og það þarf að kjósa formann fræðslunefndar. Og það er sem sagt tillaga mín að Þuríður Sigurðardóttir verði aðalmaður í fræðslunefnd og jafnframt formaður nefndarinnar út kjörtímabilið. Einhverjir sem hafa aðrar tillögur? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það menningarmálanefnd, það er bara tillaga að hliðrun og fulltrúum frá því sem var og það voru Einar Jón Geirsson aðalmaður í menningarmálanefnd, Gyða Lúðvíksdóttir verði 1. varamaður, Ólafur Skagfjörð Ólafsson verði 2. varamaður og Anna Berglind Halldórsdóttir verði 3. varamaður. Þeir sem eru hafa einhverjar aðra tillögu en þessa. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það atvinnumálanefnd. Þar er tillaga að Jón Egill Jónsson verði 4. varamaður í atvinnumálanefnd og Eyjólfur Ingi Bjarnason verði 5. varamaður. Einhverjir sem hafa aðra tillögu. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það stjórn Silfurtúns. Þá þarf að kjósa 1 varamenn og tillagan er svo að það hliðra til þeim sem voru 2. og 3. varamaður. Þannig að 1. varamaður verði Eyjólfur Ingi Bjarnason, 2. varamaður Pálmi Jóhannsson og 3. varamaður verði Þuríður Sigurðardóttir. Einhverjir sem hafa aðra tillögu. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það öldungaráð. Það er þá tillagan að sem sagt, Einar Jón Geirsson kom inn sem aðalmaður í öldungaráð, Þuríður verði 1. varamaður og Skúli Guðbjörnsson verði 2. varamaður. Einhverjir sem hafa aðra tillögu. Það kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það Dalaveitur ehf. En það þarf að halda hluthafafund til að breyta stjórn Dalaveitna en ég geri þá bara það tillögu að á hluthafafundi þá verði Einar Jón Geirsson tilnefndur sem aðalmaður í stjórn Dalaveitna og varamenn verði, 1. varamaður verði Ragnheiður Pálsdóttir, 2. varamaður Pálmi Jóhannsson og 3. varamaður Eyjólfur Ingi Bjarnason. Já, Kristján úr réttu hönd. Já, og þetta sittast nú fulltrúar. Ég bara sá það að hérna, þessi liður ætti að vera í næsta fundarlið, semst að því að Dalaveitur ekki að hluta. Þá skulum við bara færa þarna, þá er bara, segjum við, dagskrárlið 3 lokið, við förum í dagskrárlið 4, það er kosning í stjórnir og samstarfsnefndir samkvæmt B-hluta og þar er þá Dalaveitur ehf og tillagan er sem sagt svo að á næsta hluthafafundi til þess að breyta stjórn Dalaveitna að Einar Jón Geirsson verði aðalmaður í stjórn og varamenn verði 1. varamaður Ragnheiður Pálsdóttir, 2. varamaður Pálmi Jóhannsson og 3. varamaður Eyjólfur Ingi Bjarnason. Einhverjir sem hafa aðrar tillögur að skipa stjórn Dalaveitna út kjörtímabilið. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það skoðunarmaður reikninga hjá Menningar- og framfarasjóði Dalasýslu og það er bara tillaga mín að Skúli Guðbjörnsson kom inn sem skoðunarmaður ásamt Þuríði Sigurðardóttur. Einhverjir sem hafa aðra tillögu. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða.
Svo liggur fyrir sem sagt samkvæmt samþykktum að það ætti að Dalabyggðar að þetta kjósa skoðanamann fyrir minningarsjóð Ólafs og Guðrúnar Fellsenda. En það tillaga við tilnefnum engan skoðanamenn því að það er ekki ákvæði slíkt í uppfærðri skipulagsskráð sjóðsins frá árinu 2016. En það eru bara löggilt endurskoðunarskrifstofa sem fer yfir ársreikning minningarsjóðsins. Þar með er þá dagskrárlið 4 lokið og dagskrárlið 5 það er Sælistarstungaskipting Gerðar og Svínadal og sem varaoddviti er forfallaður ég ætla að víkja fundi undir þessum dagskrárlið, ætla ég að biðja Skúla Guðbjörnsson að stjórna fundi. Takk fyrir, góðir fundarmenn. Eins og hefur verið tekið fyrir í skipulags- og byggingarnefnd þá er verið að afmarka svæði fyrir verið að breyta lögun Sælistarstungu og eins og liggur fyrir í gögnunum og þá er bara uppdráttur af þessum breytingum. Það er einn galli í þessu. Það stendur í texta undir að það heiti Holtsseli en þá vera Hvolsseli. Og ég ætla bara að leggja til við sveitarstjórn, býtu við, að komast inn í þetta aftur hérna. Sveitarstjórn staðfesti skiptingu Sælistarstungu í samræmi við afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar og fyrirliggjandi uppdrátt. Einhverjar umræður þetta? Það kveður sig engin ljós, þannig að ég legg bara til að sveitarstjórn staðfesti skiptingu Sælistarstungu í samræmi við afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar og fyrirliggjandi uppdrátt. Þeir sem eru samþykkið því, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætla ég bara að bjóða Eyjólfi að koma inn ef hann er einhvers staðar þarna. Annars höldum við bara áfram. Nei. Takk. Þá er það dagskrárliður 6, það er erindi frá Strandabyggð, það er könnunum á afstöðu til sameiningar. En það liggur fyrir hérna í fundagögnum erindi frá Strandabyggð, en hún samþykkt að senda þeim sveitarfélögum sem nefndir í valkostnagreiningu sveitarfélagsins fyrirliggjandi gögn og fyrirspurn þar sem afstaða þeirra til viðræðna sameiningu við Strandabyggð könnun. Og sveitarfélögin sem ræðar eru Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur, Dalabyggð og Húnaþing vestra. Nú er orðið laust þetta erindi frá Strandabyggð, einhver sem vill kveða sér hljóðs. Kveður sér engin ljós en tillaga mín væri á þá leið bara að Dalabyggð á náttúrulega í samtali, annars vegar við Húnaþing vestra og svo hins vegar við Stykkishólmsbæ og Helgadalssveit, að Dalabyggð klári bara þær viðræður áður en við tökum afstöðu til þessa erindis frá Strandabyggð. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu sérstaklega. Þau sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 7, það er menningarstefna Vesturlands 2021-2025. Og sem sagt þarna liggur fyrir, þetta var tekið fyrir á fundi menningarmálanefndar 18. október síðastliðinn og menningarmálanefnd leggur til við sveitarstjórn og samþykkja menningarstefnu Vesturlands. Hafa hana til hliðsjónar við áframhaldandi uppbygging á menningartengdum verkefnum í Dalabyggð. Einhver sem vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin hljóðs, þá er það bara tillaga mín að við samþykkjum menningarstefnu Vesturlands 2021-2025 og höfum hana til hliðsjónar á komandi árum. Þeir sem eru samþykkið þeirri tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundargerð til staðfestingar. Það er fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar. Einhver sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega.
Það kveður sér engin hljóðs. Þess sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst dagskrárliður 9, það er fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar. Einhverjir vilja ræða þá fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. En þess sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru það fundargerðir til kynningar. Það er fundargerðir heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 7. október og 11. október sem að liggja hér fyrir og fundargerð eigendafundar heilbrigðiseftirlitsins sem að liggur hér fyrir. Það liggur bara hér fyrir til kynningar. Og svo er hér dagskrárliður 11, það eru viðbragð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs vegna COVID-19. Það liggur bara hér fyrir minnisblað. En það hefur náttúrulega verið gripið til mjög víðtækra aðgerða hér í Dalabyggð. Kristján, þú beðið um orðið. Já, oddviti sveitarstjórnarfulltrúar. Já, mér langaði bara að taka orðið. Það er eins og oddviti sagði, það hefur verið gripið hér til víðtækra aðgerða. Skólum og stofnunum sveitarfélagsins verið lokað og hertar reglur að ganga og gesti á hjúkrunarheimilinu Silfurtúni. Þetta er alveg mjög umfangsmikið smit sem að byrjar hér í kringum Auðaskóla og það er náttúrulega eins og hefur reyndar komið fram í fjölmiðlum segir til hversu stórt þetta er að þetta eru það bil 20% af íbúum Dalabyggðar sem eru annaðhvort í einangrun eða sóttkví og við höfum fengið með samþykki almannavarna að birta daglegar tölur fjölda í sóttkví og fjölda í einangrun. Það var hægt að birta þessar tölur en við fengum leyfi til þess bara vegna þess hversu umfangið er mikið hér. Og tölur í morgun voru að það veru 96 í sóttkví og 22 í einangrun. Það er þá tölur eins og það lágu fyrir í gærkvöldi. Það standa reyndar vonir til þess að mjög margir losni úr sóttkví á morgun. Það er stór sýnataka á morgun. En það er alltaf ákveðin hætta að þá fjölgi eitthvað í einangrun. Þetta er búið að vera mikil vinna sem að hefur farið fram í kringum þetta og ég vil fá að hrósa starfsfólki í heilsugæslunnar hérna í Búðardal og eins vil ég sérstaklega fá að hrósa skólastjóra, henni Herdísi. Hún hefur þurft að standa vaktina og fylgja eftir smitrakningu og verið í miklum samskiptum og deila út upplýsingum til fólks. Þannig að þar hefur verið mikið álag og svo vil ég líka bara fá að hrósa öllum íbúum í Dalabyggð því að mér finnst að fólk hafi tekið þessu af mikilli yfirvegun og allir samtaka það að takast á þetta og leysa þetta og komast í gegnum þessa bylgju. Þannig að mér langar bara ítreka þetta, þakka starfsfólki heilsugæslu, skólastjóra og öllum íbúum. Takk fyrir þetta, Kristján, og ég tek bara undir þín orð og ég held að sveitarstjórn gerir það bara jafnframt líka að þakka heilsugæslunni og skólastjóra og bara íbúum fyrir hvernig þau tekist á þetta. Ég held að þetta hafi gengið mjög vel. Einhverjir fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér síðasta mál á dagskrá, það er drög að reglugerð sjálfbærri landnýtingu. En það liggur hér fyrir í bara
í fundagáttinni drög að reglugerð um sjálfbæra landnýtingu sem hefur lögð fram til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Frestur til að skila umsögnum til 11. nóvember næstkomandi. Og það verið bara tillaga mín að mér og sveitarstjóra og starfsmönnum sveitarfélagsins væri falið að skrifa einhver umsögn og ég hvet náttúrulega þá bara líka alla aðra til að koma með ábendingar sem hafa lesið reglugerðina. Þetta er mjög tyrfinn texti að lesa. Svona þegar maður lesa hann í fyrsta skipti og þú ert að lesa hann oft. En eins og reglugerðin lítur út núna þá er það mitt mat að hún mun hafa mjög víðtæk áhrif á þá meginatvinnugrein sem er hér í dreifbýli Dalabyggðar sem er landbúnaðar og jafnvel draga úr henni ef ekki nást fram einhverjar breytingar. Þarna er verið að setja skorður við það hvar má beita. Til dæmis er þarna talað um það megi ekki beita landi meira en 30% halla. Það er verið að setja þarna skilyrði um það hvenær megi dreifa búfjárábyrgði og það megi ekki dreifa tilbúnum ábyrgði nálægt vötnum. Og svo fyrir náttúrulega út frá sjónarmiði sveitarfélagsins þá þarna hefur reglugerðin ekki verið kostnaðarmetin varðandi mat á áhrifum fyrir bara sveitarfélagið en það á að gera samkvæmt sveitarstjórnarlögum fyrir þarna öll stjórnvaldsfyrirmæli en þarna er verið að leggja ákveðnar skyldur á sveitarfélög sem náttúrulega fylgir ákveðin kostnaður vegna bæði við eftirlit og umsagnir varðandi ýmis atriði sem tekið á þarna. En orðið er laust. Tillaga mín er sem svo bara að oddvita og sveitarstjóra og eða starfsmönnum sveitarfélagsins sé falið að skrifa umsögn þessa reglugerð. Þeir sem eru samþykkið því gefi merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er bara dagskrá fundarins tæmd og þarna næsti fundur sveitarstjórnar eða sem er reglulegur fundur sveitarstjórnar verður 11. nóvember næstkomandi. Skulum vona að þessi COVID-bylgja verði yfirstaðin þá og við getum bara hist í eigin persónu í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. En við munum núna yfirfara fundargerðin. Ég ætla að leyfa fundarritar að stöðva upptöku.